Fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar nr. 694 haldinn í Stapa Hljómahöll þann 1. apríl árið 2025 kl. 17 er hér settur. Viðstaddir eru bæjarfulltrúarnir Sverrir Bergmann Magnússon, Sigurrós Antonsdóttir, Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, Bjarni Páll Tryggvason, Díana Hilmarsdóttir, Valgerður Björk Pálsdóttir, Guðbergur Reynisson, Margrét Sandes, Birgitta Rún Birgisdóttir, Margrét Þórarinsdóttir og í forsætishúsi sem hér stendur Guðný Birna Guðmundsdóttir. Einnig er hér viðstödd Hrefna Gunnarsdóttir, ritari bæjarstjórnar. Nú á dagskrá bæjarstjórnar í dag eru 6 mál, fundargerðir bæjarráðs frá 19. og 27. mars, fundargerðir umhverfis- og skipulagsráðs frá 21. mars, fundargerð atvinnu- og hafnaráðs frá 20. mars, fundargerð sjálfbærniráðs frá 27. mars, fundargerð menningar- og þjónusturáðs frá 28. mars og svo ljúkum við hér dagskránni á húsnæðisáætlun Reykjanesbæjar 2025 fyrri umræða. Nú, kæru bæjarfulltrúar, áður en við höldum lengra þá er formaður bæjarráðs beðið hér orðið í upphafi fundar og við heimilum henni það sem hún vill, þannig að hér er hún komin, Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir. Gjörðu svo vel. Já, ágætu bæjarfulltrúar, hér hefur skapast sú hefð að við heiðrum bæjarfulltrúa á ákveðnum tímamótum þegar bæjarfulltrúar hafa setið 100. fundinn sinn og svo hvert 100 þar á eftir og það vill svo skemmtilega til að forseti bæjarstjórnar, Guðný Birna Guðmundsdóttir, er að sitja hér í dag sinn 200. fund. Þannig að mig langar fyrir okkar hönd að færa þér hér þennan fallega blómvönd og óska þér til hamingju með 200. fundið. Takk fyrir. Kærar þakkir. Ég er svo mikil exaskjal, ég ætla ekki að hleypa henni upp, en takk fyrir þetta, minn kæra. 200 fundir, ég er rosalega búin að vera hérna lengi. En kærar þakkir, kæru bæjarfulltrúar fyrir þetta, þetta er dásamlegt. 200 fundir, kæri ritari, hvað er ég búin að vera hérna í mörg ár? Jesús. Kærar þakkir fyrir þetta. Nú, við ætlum að halda áfram með fund bæjarstjórnar, en forseta langar hér rétt í byrjun að minnast á að hafið er hér enn eitt eldgosið við Grindavík í þessari runu enn eina ferðina. Bæjarbúar eins og við öll höfum eflaust vaknað eldsnemmi í morgun við jarðskjálfta og gos í kjölfarið. Klukkan 11 var gossprungan orðin 700 metra löng en það virðist hafa hægst á henni. Forseti er búinn að fylgjast með þessu með öðru auganu núna í morgun. En það stendur kílómetr frá Grindavíkurbæ og 2-3 kílómetra frá Svartsengi. Þannig að enn og aftur erum við blessunlega í lagi. Hvað sem það nær langt vitum við ekki, en við fögnum því. En hugur okkar og hjörtu eru hjá nágrönnum okkar í Grindavík sem eigum sárt að binda enn eina ferðina. En það virðist vera sem að þessi atburður sé hluti af lengri atburðarrás því miður. En við vonum að enn haldi og að Svartsengi og bærinn haldi velli. Nú en kæru bæjarfulltrúar, þá skulum við hefja þennan bæjarstjórnarfund og byrjum á fundargerðum bæjarráðs frá 19. og 20. mars síðastliðnum og orðið er laust þær fundargerðir. Nú, forseti vill kannski aðeins koma hér upp og ræða kannski beina athygli bæjarfulltrúa á máli 4 frá fyrri fundargerðinni, fundargerð stjórnar Kölku sorpeyðingarstöðvar frá 11. febrúar síðastliðnum, lið 4 sem heitir uppbyggingar hugmyndir umræða. Þarna kemur fram að framkvæmdastjóri Kölku hafi upplýst stjórn að Kalka sé mjög nærri því að fullnýta það rými sem að Kalka hefur til flokkunar, vinnslu á efni og geymslu innandyra. Þarna er einnig minnst á tækifæri í nýju húsi, en forseti telur hér mjög mikilvægt að ef alvara er komin í umræður stækkun eða aðra sviðsmyndir, að Reykjanesbær fái sem fyrst kynningu á þeim áætlunum, þar sem sveitarfélag er nú orðin greiðandi að rúmlega 80% hlut í samvinnuverkefnum okkar hér á Suðurnesjum. Það er alveg ljóst að ekki til svigrúm hjá okkur á þessu ári ef það er hugmyndin, en ekki það kemur ekki þarna fram. En forseti leggur til að þetta samstarf
þetta samtal verði tekið upp við Kölku innan SSS og rætt þar frekar hvenær horft til þess að stækkun kalka sé nauðsynleg og þá getum við gert ráð fyrir því í okkar plönum. Nú, frá fundagerðinni númer 1509 frá 27. mars liður 5 fundagerð stjórnar Brunavarna Suðurnesja. Á þeim fundi var farið yfir drauga ársskýrslu 2024 en ljóst að rekstur Brunavarna gengur vel. Við munum fá nýjan og öflugan stigabíl á árinu sem stjórnin hefur verið að safna fyrir sem ábyrgt rekstrarmál þegar verið að kaupa svo dýran búnað. Í skýrslu slökkvilistjóra var farið yfir helstu tölur undanfarinn febrúarmánuð þar sem útkall á sjúkrabílum voru svipuð milli mánaða að 331 útkall í febrúarmánuði. En það sem kannski merkilegt að taka fram þótt að sé ekki tölfræðilega marktækt er að slökkvilistútköllum er að fjölga úr 19 útköllum í 21. Og forseti hvetur ykkur að bæta brunavörnum á Facebook-síðun ykkar eða Instagram, fer eftir hvað eru gömul, hverju sinni, en það fer mikil fræðsla þar fram og hvað þau eru að gera hverju sinni. Nú gleðilegt að segja frá því að atvinnunámi er að ljúka hjá 4 aðilum og verið að auglýsa eftir sumaraflýsingum sem er pínu flókin að auglýsa eftir í ljósi atburðanna í Grindavík. Nú, þegar kemur að síðari fundi bæjarráðs, ef að forsetinn er að opna gögnin hér, þá áttum við samtal við framkvæmdastjóra Keilis og við settum fram bæjarráð bókun sem að með leyfi fundarins forseti mun lesa hér upp ef ekki eru athugasemdir það. Hér eru engin mótmæli og afsakið miðaldra forseta, hér þurfti að opna ykkur gögn, en bókun hljóðar svo. Bæjarráð Reykjanesbæjar fordæmir vinnubrögð mennta- og barnamálaráðuneytisins að liggja með erindi endurnýjun og umsókn frá Keili að verða viðurkenndur einkaskóla framhaldsskólastigi í 20 vikur, enda er það ekki í samræmi við góða stjórnsýslu. Bæjarráð leggur mikla áherslu á að fjarnámshlaðborðið og opna stúdentsbrautin verði sem fyrst viðurkennd, enda hefur verið unnið í samráði við ráðuneytið að endurskilgreina Keili og vinna að fjárhagslegum stöðugleika og kemur það því verulega óvart að ráðuneytið viðurkenni ekki Keili sem einkaskóla á framhaldsskólastigi. Keilir miðstöð vísindafræða og atvinnulífs óskaði eftir endurnýjun og umsókn að verða viðurkenndur einkaskóla framhaldsskólastigi til ráðuneytisins þann 12. nóvember 2024 og bíður endanlegra svara en eins og glöggir gestir átta sig á er 1. apríl í dag. Þann 16. desember barst svar frá mennta- og barnamálaráðuneyti þess efnis að umsókn Keilis sé synjað vegna rekstrarvanda Keilis síðustu ár og fjárhagsstaða Keilis sé slík að Keilir uppfyllir ekki skilyrði sem lýtur að fjárhagsmálefnum og tryggingum. Þrátt fyrir að Keilir hefur sýnt fram á að hann sé rekstrarlega stöðugur, hefur ekki borið svar við endurmat á umsókninni. 7 vikur eru síðan óskað var eftir endurmati í ljósi breyttrar rekstrarniðurstöðu og tæplega 20 vikur síðan upphafleg umsókn var send til ráðuneytisins. Samstarfssamningur varðandi háskólabrú var gerður við Háskóla Íslands til næstu 4 ára og það nám fellur undir ráðuneyti menningar, nýsköpunar og háskólaráðuneytis. Bæjarráð Reykjanesbæjar fagnar þeim samningi og telur farsælt að vera í samstarfi við Háskóla Íslands þetta metnaðarfulla nám. Bæjarráð Reykjanesbæjar skorar á ráðherra mennta- og barnamála og þingmenn Suðurkjördæmis að beita sér fyrir því að framtíð náms og námsframboð á Suðurnesjum verði tryggt. Tilvitnun lýkur. Nú það ber að taka það fram, kæru bæjarfulltrúar, að þessi bókun verður send á fjölmiðla og til þingfólks sem við vonum að taki vel undir það. En það verður að segjast að þetta máli er mjög sérstakt og vil forseti kannski líka þakka. Við eigum hér bæjarfulltrúa Margrét Sande sem hefur verið í stjórn Keilis og unnið þar að góðum hlutum í lengri tíma
Það hefur ýmislegt verið gert til að lyfta skólanum upp sem við erum mjög þakklátt fyrir en þetta mál er torskilið, svo ekki sem meira sagt. Það að embættisfólk ráðuneyta bera fyrir sig oftar en einu sinni 12 vikna svarfrest í já-nei-máli er afsakið bara fráleitt. En við höldum þessa lofti eins og okkar bestu málum, þannig að við tökum þetta áfram, kæru bæjarfulltrúar. Nú orðið er lausn fundargerðir bæjarráðs. Hér hefur enginn hvatt sér hljóðust þessi samþykkt að fundargerðina vinsamlegast gefið merki og það er samþykkt af öllum greiddum atkvæðum. Þá tökum við fyrir annað mál á dagskrá fundarins fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 21. mars. En við erum hér með nokkuð mál sem þarf að samþykkja sérstaklega og hefur forseti yfirferð á þeim málum. En við byrjum á máli númer 5, Dalshverfi 1. og 2. áfangi breyting á deiliskipulagi. Hann er hér opinn til umræðu. Margrét Þórhallsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti og aðrir viðstaddir, já, mér langar aðeins að tjá mig hérna úr lið 5 Dalshverfi, 1. og 2. áfangi breytingar á deiliskipulagi. Ég vil byrja á því að fagna því að íbúafundur var haldinn að tekið var mark á athugasemdum íbúa. Það eru grundvallaratriði að alla breytingar sem snerta íbúa séu kynntar þeim og þeir hafi tækifæri til að taka þátt í umræðunni og koma á framfæri skoðunum sínum. Þannig á íbúalýðræði virka og það er einmitt það sem við í umboð höfum lagt áherslu á. Við í umboð vorum mótfallin þessum skipulagsbreytingum frá upphafi og höfum ítrekkað lagt fram bókanir þar sem við höfum bent á mikilvægi þess að hafa virt samráð við íbúa áður en endanlega ákvarðanir eru teknar. Hefðum við einfaldlega samþykkt þessa breytingu í fyrstu, hefði þessi niðurstaða aldrei orðið að veruleika. Íbúarnir hefðu ekki fengið tækifæri til að koma skoðunum sínum á framfæri og gera athugasemdir. Það er því jákvætt að meirihlutann hafi loks hlustað á rök okkar og að haldið hafi verið íbúafundur þar sem íbúarnir gátu tjáð sig um málið. Það er einnig ánægjulegt að sjá að íbúarnir eru í dag sáttari við niðurstöðuna. Einmitt vegna þess að þeir fengu rödd sína heyrða og gátu haft áhrif á niðurstöðuna. Við í umboð munum áfram standa vörð íbúalýðræði og virt samráð í skipulagsmálum. Það er því lykilatriði að byggja upp samfélag þar sem raddir allra fá að heyrast og ákvarðanir eru teknar með hagsmuni íbúana að leiðarljósi. Ég óska þetta verði bókað og jafnframt samþykki þennan lið í fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs. Takk. Kærar þakkir fyrir þetta, bara þannig að forseti reifi þetta mál hér aðeins fyrir þá sem er að horfa, að þá snýr þessi fundaliður, Dalshverfi 1. og 2. áfangi breyting á deiliskipulagi að því að þeim markmiðum sem að við rýnum á hverju kjörtímabili hvar eru svæði vannýtt og er hægt að gera einhverjar breytingar. Þannig að markmiðið upphaflega var að bæta framboð á sérbýli og hentugum svæðum innan sveitarfélagsins og nýta innviði og vannýtt opin svæði og bregðast þannig við eindregnum óskum sérbýli sem hafa komið fram meðal annars í kjölfar jarðhræringana. Nú, deiliskipulagsbreytingarnar voru auglýstar og vissulega var haldinn íbúafundur eins og er oft gert eða forseti hefur mætt á nokkra svoleiðis fundi, sérstaklega mál sem snúa að breyting á deiliskipulagi og þar kom alveg fram og það er rétt hjá bæjarfulltrúa Margréti Þórhallsdóttur að fundurinn var mjög góður og vel mætt og þakka forseti fyrir góðan áhuga íbúa á fundinum og við vorum þar ásamt bæjarstjóra sem að tilkynnti þarna í lok fundarins þegar það var ekkert farið að styttast í annan endan að við þyrftum vissulega að koma aftur og ræða eitthvað annað út af því að fólk að fara að tala ýmislegt annað. Þannig að það er alveg eitthvað sem að allavega meirihlutin hefur rætt að fara að halda íbúafundi allt og ekkert, deiliskipulagsmál og annað. Þannig að það er bara eitthvað sem við þurfum virkilega að gera og það kom bersýnilega í ljós þar á þessum fundi, þannig að því bara fagna. Og þakka forseti bara áhuga íbúa á sínu næru umhverfi, það er vel. En líka aðeins til að útskýra að í þessum lið þá samþykkti umhverfis- og skipulagsráð að senda tillögu breyting á deiliskipulagi þennan fyrsta áfanga til endanlegrar afgreiðslu
en jafnframt að fresta öðrum áfanga. Og til að útskýra það aðeins betur, fyrsti áfangi þar var fallist á að senda skipulagi til skipulagsstofnunar uppbyggingu á þjónustulóð sem staðsett vestan við Stapaskóla sem að verður útbúið með Hverfistorgi og þjónustubyggingu þar sem að byggingamagn verður dregið saman og svæði fyrir almenningsgarð verður afmarkað. Það var bara mjög mikil sátt þessa tillögu og þess vegna erum við að fara af stað með hana. Vissulega komið fram athugasemdir bæðin á skipulagsgátt á íbúafundinum og til skipulagsfulltrúa, þannig að það var sátt það að bíða með tillögu 2 og það er verið að gera hér. Nú, en þessi liður, mál númer 5, er hér lagður upp til samþykktar. Ertu að biðja orðið? Þú mátt biðja orðið. Kæri bæjarfulltrúi Guðbergur Einarsson. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, ég vildi bara henda því hérna inn. Ég er náttúrulega í þessu uppskráði eins og ég hef sagt milljón sinnum. Og það var svo sem ekkert eitthvað út af einhverjum sérstökum kvörtunum frá umbót sem að við drógum þetta tilbaka. Heldur er umræðan þetta svæði búin að vera allir sammála hvernig á að gera þetta og það komu síðan kvartanir frá íþróttahreyfingunni sem við fórum að taka til bara skoðunar og við svo sem byrjuðum á að hugsa þetta svæði út af jarðhræringunum eins og kemur fram. Það vantar sérbíli í bænum og Grindvíkingar voru að óska eftir sérbíli en við erum svona kannski svolítið búin að missa taktinn á að eltast við það núna, þannig að margir eru komnir í var. Þannig að þess vegna ákváðum við að fresta þess aðeins, eiga samráð við íþróttahreyfinguna þetta svæði og leggja meiri áherslu á önnur svæði. Þannig að þannig var bara umræðan í ráðinu. Takk fyrir. Kærar þakkir fyrir þetta. Margrét Þórarinsdóttir, gjörðu svo vel. Já, virðulegi forseti, mér langar aðeins að bregðast við orðum bæjarfulltrúa Guðbergs Reynissonar og einnig forseta. Sko, ég velti bara fyrir mér, þann 17. desember þá kemur þetta til afgreiðslu í umhverfis- og skipulagsráði. Umhverfis- og skipulagsráð samþykkir málið. Ok, allt í lagi með það. Síðan höldum við áfram, svona við förum aðeins yfir tímalínuna. Við erum búin að koma með marga bókanir þetta mál og ég tek það fram að umhverfis- og skipulagsráð samþykkti fyrrverandi tillögu þar sem átti að taka flest allt græna svæðið og það gerðu það allir ásamt bæjarfulltrúa Guðbergi Reynissyni, Sjálfstæðisflokki. En umbót kom með bókun á þeim fundi. Okkar fulltrúi Gunnar Felix Rúnarsson, hann kom með bókun og var algjörlega ósammála þessu og óskaði eftir því að það yrði haldinn íbúafundur. Og ég vil nú að segja það að við áttum mikla að koma að þessu máli og það var ekki fyrir umbót setti fram okkar bókanir og við sýndum aðstöðu við málið að meirihlutinn tók málið til skoðunar og íbúafundur varð að veruleika. Það vegna okkar aðkoma þessi fundi varð að veruleika og það sýnir bara hversu mikilvægt það er að hafa sterka rödd sem stendur vörð íbúalýðræði. Við teljum að íbúafundir og samráð eigi að vera sjálfsögð og óaðskiljanlegur hluti af skipulagsferlinu, ekki eitthvað sem samþykkt eftir á vegna þrýstings. Þess vegna munum við áframleggja áherslu á að raddir íbúanna fá að heyrast í öllum málum snerta þá. Og mér langar að bara bóka þessa bókun mína, þetta ansvar. Kærar þakkir fyrir þetta. Það telst hér bókað. Minnsta mál. Nú, forseti er ennþá með opin umræðu ef fleiri vilja tjá sig mál númer 5, Dalshverfi 1. og 2. áfangi breyting á deiliskipulagi. Svo er ekki þessi samþykkt geta mál númer 5 vinsamlega skifið þess merki og hér eru allar hendur á lofti. Nú, þá höldum við áfram í sérstökum málunum og þá tökum við fyrir mál númer 6, breyting á aðalskipulagi AT12. Það er opið hér til umræðu
Kannski líka til að aðeins að hnykkja á því máli að AT12 er svæði við Fitjar sem að hýsir í dag nær eingöngu gagnaver, en leyfilegt byggingamagn var áður 120.000 fermetrar en stefnt er á mikla uppbyggingu á þessu svæði hjá okkur, þar sem gert er ráð fyrir að stækka byggingarheimildir í 283.000 fermetra. Þannig að haldið ykkur fast, þetta verður stórt og mikið svæði. Þeir sem samþykkt geta mál nr. 6 vinstrilega skilmerki og ég fæ hér allar hendur á loft. Kærar þakkir. Nú þá erum við komin að máli nr. 7, Hafnargata 22-24, breyting og deiliskipulagi, er hér opið til umræðum. Þeir sem samþykkt geta mál nr. 7 vinstrilega skilmerki og það er samþykkt af öllum greiddum atkvæðum. Nú mál nr. 8, Hjallalaut 15, óskum lóðarstækkun. Hér hefur enginn hvatt sér hljóðs, þeir sem samþykkt geta mál nr. 8 vinstrilega skilmerki og það eru öll greidd atkvæði. Kærar þakkir. Nú mál nr. 9, búningaaðstaða við afreksbraut, er hér opin til umræðu. Þeir sem samþykkt geta mál nr. 9 vinstrilega skilmerki og það eru næstum allir hendur á loft. Kærar þakkir, kæri bæjarfulltrúar. Nú mál nr. 10 er hér næst, þjóðbraut 838 sem er hér opið til umræðu. Þeir sem samþykkt geta mál nr. 10 vinstrilega skilmerki og það eru hér öll greidd atkvæði. Nú við höldum ótrauð áfram, mál nr. 11, Bragavelli 19, niðurstaða grenndarkynningar er hér opin til umræðu. Þeir sem samþykkt geta mál nr. 11 vinstrilega skilmerki og það fara allar hendur hér á loft. Nú mál nr. 12, Tjarnabraut 38, niðurstaða frá grenndarkynningu er hér opin til umræðu. Þau sem samþykkt geta mál nr. 12 vinstrilega skilmerki, það eru hér öll atkvæði. Nú mál nr. 13, Hljómahöll, niðurstaða grenndarkynningar er hér opin til umræðu. Hér hefur enginn hvatt sér hljóðs, þessi samþykkt geta niðurstöðu grenndarkynningu við Hljómahöll, vinstrilega skilmerki og hér fara allar hendur á loft. Nú að lokum, kæru bæjarfulltrúar, er mál nr. 14, Trölladalur 1, 3 og 5. Þeir sem samþykkt geta mál nr. 14 vinstrilega skilmerki og hér eru öll greidd atkvæði. Nú þá er hér opin fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 21. mars opin að öðru leyti. Bæjarfulltrúar vilja létta af sér hér, svo er ekki, þeir sem samþykkt geta fundargerðina vinstrilega skilmerki og það eru öll greidd atkvæði. Nú þá erum við hér komin að 3. mál á dagskránni, fundargerð atvinnu- og hafnaráðs frá 20. mars sem er hér opin til umræðu. Hér hefur enginn hvatt. Guðbergur Einarsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, kem hérna undir fundargerð atvinnu- og hafnaráðs, mál 10, stefna starfsmannaíbúðir á Suðurnesjum. Ég ætlaði bara að lesa hérna bókun atvinnu- og hafnaráðs. Atvinnu- og hafnaráð leggst gegn samþykkt á viðkomandi drögum eins og þau eru í dag, þar sem þau eru íþyngjandi gagnvart uppsetningu verkefnatengdra starfsmannaíbúða. Þær forsendur sem lagðar eru til grundvallarstefnunni miða fyrst og fremst við varanlegt húsnæði en verkefnatengdar starfsmannaíbúðir eru háðar ákveðnum notkunartíma og síðan eru það fjarlægðar. Verði svigrúm til uppsetningar á slíkri aðstöðu takmarkað of innan sveitarfélagsins getur það hamlað atvinnuuppbyggingu á komandi árum. Ég ætlaði bara að segja að ég tek undir þessa bókun og takk fyrir það. Já, takk fyrir þetta. Hver annars sem vill tjá sig fundargerð atvinnu- og hafnaráðs. Forseti sér að dýpkun hafnarinnar gengur vel. Þeir sem samþykkt geta fundargerðina vinstrilega skilmerki. Hér eru öll greidd atkvæði.
Nú þá höldum við hér ótrauð áfram, kæri bæjarfulltrúar, en við erum komin að fundargerð sjálfbærniráðs frá 27. mars síðastliðnum og orðið laust þá fundargerð. Nú kannski til að ympra á stóru í fundargerð sjálfbærniráðs þar sem forseti situr eru 2 stór vinnuverkefni í gangi sem fjallar lýðræðisstefnu Reykjanesbæjar annars vegar og kosningar og fyrirkomulag hins vegar. Við hittum hana Kristrúnu Björgvinsdóttur sem markaðs- og kynningarfulltrúi Reykjanesbæjar sem mun vinna lýðræðisstefnuna með okkur áfram og það mikilvægt verkefni sér í lagi hvað varðar íbúafundi og aðkomu íbúa að kjörnum fulltrúa hverju sinni. Nú, við munum í takt við fyrri mál þar sem við ræddum flokkun á starfsstöðum Reykjanesbæjar fara yfir að greina það hvaða búnað okkur vantar ef það og fara þá í heildarútboð í kjölfarið þannig að það verkefni fyrir vinslu og svo rétt að nefna að hér verður haldin sjálfbærni vika á Suðurnesjum í september í tengslu við fánadag heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna en við munum heldur betur auglýsa það þegar nær dregur. Nú, hér hafa ekki fleiri hvatt sér hljóðs þeir sem geta samþykkt fundargerð sjálfbærniráðs Reykjanesbæjar vinsamlegast gefið merki. Og hér eru allar hendur á lofti, kærar þakkir fyrir það. Þá erum við komin að 5. mál á dagskrá fundarins, fundargerð menningar- og þjónusturáðs frá 28. mars og hér Sverrir Bergmann Magnússon. Virðulegi forseti, bæjarfulltrúar og aðrir annar fundargestur. Ég kemur upp undir fundargerð menningar- og þjónusturáðs frá 28. mars síðastliðnum til að fara lauslega við 2 mál. Til að fara þar í 1. mál en það eru viðburðir fyrir eldri borgara. Teymisstjóri öldrunar- og stuðningsþjónustu og sérfræðingur í félagsstarfi mættu á fundinn og kynntu viðburði og félagsstarf eldri borgara. En meðal þess sem í boði eru leikfimi, gönguhópar, listasmiður, bingo, keramik og margt fleira. En svo langar mig að taka fram að vinsælt að taka göngutúr í Reykjaneshöllinni og nú nýverið í Æsmarhöllinni í Innri-Njarðvík. En þar getur fólk mætt í bókasafnið og tekið svo göngutúr á svörunum sem eru þarna upp allar hringinn í kringum íþróttasalinn. Nú mikið um virkni fyrir eldri borgarana okkar en það má blása aðeins meira í þegar að kemur að menningarviðburðum. Og það því stefnt að því á næstu dögum að eiga samtal við eldri borgara Reykjanesbæjar til þess að átta sig betur á hvaða menningartengdu viðburði þau hafa áhuga á og vilja fá meiri af. Og svo vil ég nýta tækifæri að benda á að frekari upplýsingar varðandi frístundir fyrir eldri borgara sem og aðra í Reykjanesbæ svo hægt að nálgast inn á frístundir.is. Svo aðeins í mál 3 en barnasirkusinn Flakk Sirkus frá Danmörku hefur óskað eftir að fá aðstoð við að hýsa hópinn sumarið 2025, sem bara í sumar, og mun þá í staðinn hafa opnar gjaldfrjálsar sýningar fyrir fjölskyldur bæjarins. Nú, beiðnin felur í sér gistiaðstöðu í skólum, aðgang á eldhúsi og möguleika á sundi en hópurinn 30 manns. Nú, menningar- og þjónusturáð tók vel í erindið og vísaði því áfram til íþrótta- og tómstundaráðs. Takk fyrir. Glæsilegt, takk fyrir þetta. Orðið laust fundargerð menningar- og þjónusturáðs. Þeir sem samþykkt geta fundargerðina vinsamlegast gefið merki og það samþykkt af öllum greiddum atkvæðum. Nú, kæru bæjarfulltrúar, þá eru komin að 7. og síðasta mála á dagskrá fundarins hér í kvöld sem húsnæðisáætlun Reykjanesbæjar 2025 fyrri umræða. Og til að fylgja þessu aðeins að stað að þá mun forseti ympra hér á helstu atriði úr áætluninni. En húsnæðisáætlunin gefin út árlega og unnin í samvinnu með Húsnæðis- og mannvirkjastofnun. En í áætluninni kemur meðal annars fram mannfjöldaspá í 3 sviðsmyndum, lýsing á atvinnuástandi, þörf fyrir íbúðir, ólíkt búsetuform, markmið sveitarfélagsins þegar kemur að uppbyggingu íbúða auk fleiri áhugaverðara atriða. Nú, skýrslan áhugaverð og gott að skoðana með fyriráætlunum stækkun og fjölda íbúða til framtíðar. En í skýrslunni kemur meðal annars fram að íbúðum í byggingu milli 2023 og 2024 fer lítillega fækkandi eða 0,5%. Og þegar litið til áætlarar íbúða þarfa gerir miðspá ráð fyrir aukningu 1071 íbúð yfir 5 ára tímabil en 1927 yfir 10 ára tímabil. Þannig að haldið ykkur, fjölgunin hér hvergi nærri hætt. Nú, áætlunin gerir ráð fyrir hóflegri fjölgun mannfjöldans hjá Reykjanesbæ eftir miklar og tíðar sveiflur en að sama skapi gerir Isavia ráð fyrir fjölgun ferðafólks nú á næstu árum
og ef bæjarfulltrúar hafa lesið fréttir í gær eða í dag, að þá forstjóri Icelandair að spá mikilli fjölgun og stækkun flugflotans, þannig að það ber þess merki. En þarna í áætluninni kemur fram að áætlað að 70% þeirra starfsfólk sem að starfa hjá Isavia búi í Reykjanesbæ. Nú áætlunin flaggar því sem að við bæjarfulltrúar höfum einnig gert þegar kemur að viðvarandi ósamræmi milli fjölda íbúa með lögheimilisskráningu og raunverulegs íbúafjölda. En þetta gríðarlega vont fyrir sveitarfélög sem reiða sig á tekjustofninn útsvar sem fenginn frá skráningu íbúa. Síðustu tölur frá Reykjanesbæ sýna einnig að eru 400 manns sem eru skráðir með lögheimili í Grindavík sem eru vissulega búandi hér hjá okkur, en þetta eitthvað sem við sjáum hér sveitarfélögin á Suðurnesjum og bara í vinnslu. Nú Reykjanesbær eins og áður með mikinn fjölda ungra íbúa og íbúa vinnualdri, en stærsti aldurshópurinn okkar á aldrinu 35 til 67 ára og þar á eftir fjölmennasti hópurinn 25 til 35 ára. Óuppfyllt íbúðaþörf í áætluninni, þar að segja mat sveitarfélagsins á fjölda íbúða sem þörf á til viðbótar við byggðar íbúðir til að mæta þörf miðað við mannfjölda. Þessi þörf mælist í 280 íbúðum í ár og hækkar til ársins 2034 í 2841 íbúð. Af þessum 280 íbúðum þörf fyrir 215 félagslegar íbúðir á vegum sveitarfélagsins, en biðlistinn mjög langur, sérstaklega eftir 2 herbergja íbúðum, en þetta eitthvað sem við erum að skoða nánar með velferðarsvið Reykjanesbæjar og félagslega íbúðakerfinu okkar. Í áætluninni kemur fram að markmið bæjarstjórnar sem áður hefur verið gefin út með núverandi skipulagi og uppbyggingu húsnæðis að draga í auknum mæli fólk sem með góð laun í einkennandi atvinnugreinum svæðisins til búsetu í Reykjanesbæjar. Hvað eigum við hér? Við eigum einfaldlega við hér að miða við stóru atvinnumöguleikana okkar að fólk sem vinnur hér búi hér. Reykjanesbær telur að sveitarfélagi hafi nú þegar hlutfallslega hátt hlutfall af íbúðum sem uppfylla þessi skilyrði og vill heldur nýta uppbyggingu nýs húsnæðis til breytingar á samsetningu íbúða með það að markmiði að tekjudreifing verði nær því sem þekkist á höfuðborgarsvæðinu. En kæru bæjarfulltrúar, hér hefur verið stiklað á stórum húsnæðisáætlunina og hún opin hér til umræðu. Margrét Sanders. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Forseti fór yfir húsnæðisáætlunina, stiklað á stóru og kom aðeins inn á það sem ég ætla að nefna, en ég ætla samt að fara yfir eins og ég hafði hugsað mér bara að sýna fram á að það að mínu mati eru ákveðnir kontrastar eða stangast á hlutir í áætluninni, en við sjálfstæðismenn höfum ákveðið að samþykkja þetta til seinni umræðu en teljum að við þurfum eitthvað að ræða þetta betur. Og þetta þá okkar hlutir bara allra hérna í bæjarstjórn að skoða saman. Það stendur nefnilega á blaðsíðu 9 með leyfi forseta og forseti fór yfir það áðan: markmið bæjarstjórnar með núverandi skipulagi og uppbyggingu húsnæðis að draga í auknum mæli fólk sem með góð laun í einkennandi atvinnugreinum svæðisins til búsetu í sveitarfélaginu. Reykjanesbær telur að sveitarfélagið hafi nú þegar hlutfallslega hátt hlutfall af íbúðum sem uppfylla skilyrði almennar íbúðir og vill heldur nýta uppbyggingu nýs íbúðarhúsnæðis til breytingar á samsetningu íbúða með það markmiði að tekjudreifing verði nær því sem á höfuðborgarsvæðinu. Við erum með mjög lágar meðaltekjur hér í Reykjanesbæ og þetta rétt að öll bæjarstjórn hefur viljað vera með framboð íbúða þannig, eins og kemur fram í skýrslunni, að hafa það að markmiði að hækka þessar meðaltekjur og vera svipað og bara hreinlega á landinu.
vegna þess að í jöfnunarsjóði eða úthlutu jöfnunarsjóðs þá fer næstu í allt framlagi bara hingað til Reykjanesbæjar af því að við erum það meðal tekjulág. Allt í lagi. Það kemur fram á blaðsíðu 9 þetta markmið. Svo skulum við fara á blaðsíðu 18 og þegar við erum komin á blaðsíðu 18 í þessari áætlun þá kemur þessi hluti. Mikilvægt er að deiliskipulag taki mið af því hvernig íbúa samsetningar hentugust fyrir hver hverfi og að fjöldi og stærð nýrra íbúða sé í samræmi við fyrirhugaðan fjölgun íbúa og samsetningu þeirra. Í því ljósi hefur verið sérstaklega hugað að því að auka hlutfall lítilla og meðalstórra íbúða í sveitarfélaginu og að hækka hlutfall fjölbýlis í sveitarfélaginu. Líklega hefur ákveðnu jafnvægi verið náð og á næstunni verður lögð áhersla á að jafna dreifingu íbúðastærða. Það er meiri eftirspurn eftir smærri íbúðum í fjölbýli sem endurspeglar frekar efnahagsástandi raunverulega þörf. Er ekki eitthvað þarna sem stangast á og við skulum bara fara á blaðsíðu 19. Þar eru myndir og þar er áætlun til 2033. Þar eru litasamsetningar, litapalettur sem hefur verið að sýna að fjölbýli svo sem 2024 sem er þá núna að það hefði átt að vera í kringum 900 íbúðir í fjölbýli. Örlítið sem ég get ekki einu sinni talið þarna, það kemur reynda fram annars staðar, parhús, raðhús eða tvíbýli og eitthvað smá lína þarna með einbýli. Það er 2024. 2025 pínlítið lína, einbýli, annars bara fjölbýlishús. 2026 bara fjölbýli. 2027 það er nú eiginlega bara dálítið góð samsetning. Þar er töluvert af parhúsum, raðhúsum og tvíbýlum. 28 ekkert, bara fjölbýli. 2029 ekkert, bara fjölbýli. 2030 ekkert, 2031 ekkert, 2032 ekkert, 2033 risasúla með fjölbýli og 2034 það hefur ekki komið. Síðan skrólum við niður og förum á blaðsíðu 20 og það eru íbúðir sem eru í byggingu eða hvernig staðan var fyrirgefið í framkvæmdum september 2024. Þá eru 2024, þá er það er svona framvinda á einhver prósentutala hversu langt er komið og sumt er ekki byrjað á og annað er lengra komið. Það eru 25 einbýlishús, 21 paríaraðhús, 351 fjölbýlishús, 397 í samtals, sem þýðir það að 11% eru einbýli eða paríaraðhús, 89% eru fjölbýli. Er þetta í samræmi við það sem við hér vorum búin að tala um? Ég er einhvern veginn, við vorum að ræða og ég held að því að ég vil ekki vera að segja eitthvað sem er í mótsögn við eitthvað sem er hér, af því að ég ætla að fara að segja, við erum öll sammála um það, en allavega hefur mér fundist umræðan vera þannig að við erum sammála markmiðin og það kemur mér sér fram í skýrslunni. Þannig að ég er ekki alveg sátt við að við séum að deiliskipulag gera og græja og vinna bara að fjölga fjölbýlishúsum brjálæðislega mikið. Svo kemur einhvers staðar þarna fram að það virðist ekki vera eiginlega bara engin áhugi fyrir einbýli en töluvert á parhúsum og svona, en við teljum svona að fólk vilji litlar íbúðir í fjölbýli. Þannig að ég held að við þurfum bara einhvern veginn aðeins að skoða þetta áður við samþykkjum, en aftur, við viljum ekki tefja máli, það er alveg hægt að breyta, þess vegna er fyrir umræða. Það hleypir sér bara í seinni umræðu og við tökum góða umræðu þetta. Takk. Kærar þakkir fyrir þetta, bæjarfulltrúi Margrét Sandes, og bara góður punktur að það er þarna misjafn áhugi á fjölbýli og einbýli, en við vorum hér áðan að staðfesta að fresta 26 einbýlishúsa og parhúsalóðum til síðari tíma, svo það sem sagt. Margrét Þórhals Björnsson.
Virðulegi forseti, aðrir viðstaddir, já, mér langar bara að taka undir orð bæjarfulltrúa Margrétar Sandris Sjálfstæðisflokki. Þetta akkúrat það sem að við ræddum ekki. Þannig að ég ætla rétt að vona það að meiri hlutin sjáu sér sóma í því að við tökum þessa umræðu. Þetta er náttúrulega bara fyrri umræða og við förum aðeins yfir þetta mál aftur. Takk fyrir. Já, sjálfsög gerum það, kæri bæjarfulltrúa Margrét, enda er þetta fyrri umræða af tveimur. Við höfum líka tekið þetta inn í bæjarráð Reykjanesbæjar, þar sem áttum gott samtal við okkar fulltrúa í þessu máli, þannig að umræðan er í gangi. Svo það sé sagt. Bjarni Páll Tryggvason, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar, bara fínasta umræða húsnæðisáætlunina og til þess eru akkurat í mínum huga að ræðana hérna í fyrri umræðum og markmiðin eru svolítið skýr þarna eins og við höfum rætt húsnæðisáætlunina hingað til. Þetta er búið að vera til umræða í töluverðan tíma og mér minnir að við höfum líka rætt þessa hluti svolítið svona síðasta ári þegar við vorum að samþykkja þetta sem var svolítið í takti við það sem að forseti var að fara yfir að það eru ákveðna tegundir húsnæðis sem við teljum okkur vera búin að metta töluvert mikið á markanum. Og svo er það þessi spurning með sérbílinn sem að ýmsir sérfræðingar segja einmitt að það sé svona ekkert mikið verið að kalla eftir því en svo sjáum við hluti með Suðurnesjabær var að auglýsa einhverjar örfáar lóðir sérbíli bara á þessu ári. Ég held að það eru 250 umsóknir og 10 lóðir eða eitthvað. En við erum líka náttúrulega með þá stöðu hérna, það eru slatta af einhverju lóðum sem eru bara ekki búið að byggja neitt á þó svo það verið lausa til umsóknar svo árum skiptir. Ég held að það sé meira svona vegna þess að það eru bara ekkert mjög hentuga byggingarlóðir heldur en nokkuð annað. Og ég hef ekki orðið var við það þegar við erum eins og við vorum hérna upp í Dalshverfi að auglýsa nokkrar einbýlishúsalóðir. Það var kefstunar allar sko og búið að byggja á mikið af þeim. Og þess þá heldur að við ættum svolítið að setja fókusinu á það og nýta til að tíma fram á næstu umræðu. Ég er alveg sammála því. En ég velti líka fyrir mig bara svona almennt sko, við setjum fram þessa áætlun og hún er lögð þarna niður. Við deiliskipuleggjum og gerum. En það er líka síðan þetta jafnvægi, hverju ræður markaðurinn og hvað gerir svo í raun og veru í sveitarfélaginu. Þó svo við segjum, við ætlum bara að byggja einbýli. Þá koma bara aðilar markaðunum og segja, nei, við ætlum að óska eftir að deiliskipuleggja svona og reisa bara fjölbýli. Það er allir í því í dag. Það er ekki til svo fermetri sko, það sem er ekki byggt upp í loft hérna sko. Verðist vera lítil stemming fyrir því. Og ég veit ekki hvort við séum bara komin hreinlega bara breyttum tímum einhvern veginn í þessum skiluru byggingamálum á hana þýli. Það sem að Reykjanesbær er orðin það stóra þessi rómantíska hugmyndum að bara venjulegt fólk eins og við bæjarfulltrúar sem sitjum hérna fáum bara útlítið lóð og fyrir með eitthvað að byggja bara rólegheitum. Það verðist vera lítið það. Þannig að þetta er svona til margs að huga og það er líka, við höfum séð nýbúið að reisa 4 einbýlishús í höfnunum. Það er nú ekki gengið neitt svakalega hratt að selja þau svona mokast út í rólegheitum. En verið ýmsar áskorunir fyrir þann byggingaraðila sem hefur verið þar, með skilst með að selja hana þvílíkt. En frábær húsnæði, ekkert að því. Þannig að þetta er bara góð umræða og ég vonast þess að við munum geta dýpkað þetta aðeins í seinni og sé hvað það skilar okkur. Takk fyrir. Takk fyrir þetta og kannski þegar við ræddum þetta málefni í bæjarráði þá kom fram í málefni okkar sviðsstjóra á velferðarsviði að þegar við ræðum félagslega húsnæðiskerfið okkar þá eru 50% umsókna að sækja 2 herbergja íbúðir og þetta er mikill flöskuháls í þessu kerfi okkar og það kom inn bara 45 umsóknir síðustu 12 mánuði. Þannig að það er gríðarleg þörf fyrir einstaklinga eða einstakling með barn að koma til okkar. En við erum með síðustu tölur sem forseti með 233 íbúðir í félagslega kerfinu og hjá öldruðum. Þannig að vissulega er Reykjanesbær að standa sig vel í fjöldanum en biðlistinn stækkar hratt og eins og þið sjáið á þessum tölum 45 umsóknir bara síðustu 12 mánuði. En forseti vil hvetja íbúa til að sækja lóðir í Ásahverfi. Þar eru 37 lóðir lausar en aftur á 1,5 til 2 hæðum. Þannig að það er kannski ljóst að fólk er ekki að sækjast eftir svo stórum húsnæðum.
eða bara byggingalandið er það óyfirstíganlega erfitt. Það er annarkvort. En við erum að rýna þetta og þetta er bara góð umræða hérna inn og gott að við höfum hálfa mánuð til að vinna í þessu máli á milli funda ef að bæjarfulltrúar samþykkja að vísa þessari áætlun í síðar umræðu eftir hálfa mánuð. En orðið er laust ef ykkur vil taka til máls. Þeir sem samþykkt geta að vísa húsnæðisáætlun 2025 í síðari umræðu í bæjarstjórn vinslas gefa þess merki og hér fara allar hendur á loft. Nú kæru bæjarfulltrúar, nú hefur formlegri dagskrá bæjarstjórnar verið hér tæmd og þakkir fyrir góðar og hollar umræður á þessum upplýsandi fundi. Fundargerð bæjarstjórnar Reykjanesbæjar verður undirrituð rafrænt og lýsi ég því bæjarstjórnarfundi Reykjanesbæjar númer 694 hér slitið.